Guðmundsson. Númer 3, Finnur Malmqvist. Númer 4, Arnar Huginn Ingvarsson. Númer 5, Arnar Gauti Grettisson. Númer 7, Arnar Gunnarsson. Númer 8, Brynjar Karl Þorkelsson. Númer 18, Bjartur Heiðarsson. Númer 22, Logi Ágústsson. Númer 23, Anton Guðjónsson. Númer 25, Styrmir Steinn Svennesson. Númer 26, Birgir Már Birgisson. Númer 29, Jóhannes Bjarni Birgisson. Númer 34, Magnús Karl Magnússon. Og númer 42, Hjalti Már Hjaltason. Þjálfari væri starfsmenn Gunnar Gunnarsson, Ægir Hrafn Jónsson, Birgir Georgsson og Margrét Álfsdóttir. Dómari í dag Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson. Og eftirlitsmaður Skýrslu Guðar Sigurðsson. Jæja, komið sælir áhorfendur góðir og velkomin til leiks með okkur í í Fylkishöllina. Einar Jónsson heiti ég og mun fylgja ykkur í þessu leik, þessu stórleik Fram og Víkings Íslandsmeistaratitil karla í handbolta. Og með mér hérna í dag engin annar en Ómar Jónsson, stórþjálfari, fylkismaður og allt múli mann hér í Fylki. Alfróður handknattleik. Vertu velkomin, Ómar. Takk fyrir það, Einar. Gaman að vera með þér. Mikið frekar. Nú, hvernig líst þér á þetta, Ómar? Herðu, ég bara sérstaklega spenntur fyrir þessu leik. Það er búin að vera frábær dagur hérna í Fylkishöllin í dag. Margir skemmtilegi leikir. Og þannig að ég held að veislan haldi bara áfram. Já, þetta næst síðasti leikurinn eða ekki hjá okkur? Næst síðasti leikurinn af 6 hérna í dag. Við tókum smá gelinarpröfu í gærkvöldi á 3. flokki karla. Gærkvöldi og síðan þetta leikur númer 5 í dag. Svo lokum við þessu með 3. flokki kvenna á eftir. Já, eins og áður segir mætast Víkingur og Fram hérna í dag. Nú það eru fullt af leikmennum sem hafa nú þegar spilað ótal leiki með meistaraflokki og jafnvel burðarásar í sínu liðum. Klálega og það þá kannski verið meira áberandi framliðið enda þeir verið í úrvalsdeildinni. Þarna sjáum við leikmenn sem hafa verið áberandi þegar að Fram kom óvart og sló Hauka út í áttalega. Það vekur nú kannski athygli að einn efnilegasti leikmaður deildarinnar og sannlega einn efnilegasti markmaður okkar Íslendinga í langa tíma, Viktor Gísli Hallgrímsson, hann situr hér á varamannabekknum og Daniel Þór Guðmundsson byrjar í hans stað. Sammála því, maður átti von á að hann myndi byrja leikinn, Viktor Gísli. Já, Daniel byrjar nú að verja en Víkingar fá vítakast. Það engin annar en Hjalti Már Hjaltason sem fiskar það og það Logi Ágústsson sem fer á punktinn. Hann skorar fyrsta mark leiksins og kemur Víkingum í 1-0. Talandu Víkingana Einar, það gaman að segja frá því. Við rifjuðum þetta upp hérna, ég og einn félagi minn, að það eru komin inn 12-13 ár síðan að Víkingur átti lið í úrslitum í kallaflokki, í yngri flokkum, úrslitum Íslandsmót, þannig að það gaman að sjá þá komna aftur á stóra sviði. Já, það bara góðs sviti að Víkingur sé að gera sig gilda í yngri flokkunum og framtíðinni björt í Fossvoginum. Sammála því, mjög jákvæmt. Já, frábær vörn hjá Víkingum. Og það Arnar Gauti Grettisson, Eyjamaðurinn, sem skorar annað mark Víkinga, eldsnöggur Fram. Hoddamaður hefur verið að spila með meistaraflokksliði Víkings í fyrstu deild karla. Nú talandi markmenn, þá nú engin smá markmaður í búrinu hjá Víkingum, Einar Baldvin sem nú nýverið skrifað undir 3 ára samning við Val. Og það nú það tekur þennan bolta. Já, það nú einn meistaraflokksmaðurinn
Þorgeir Davíðsson með skot fyrir framara, en það gegaði. Nú ef við rennum hér kannski stuttlega við liðin, ef við gefumst tími til þess, þá er í vinstra horni hjá Víkingum Arnar Gauti. Hérna er Logi Ágússon með boltan á miðjunni. Nú, númer 34 hjá Víking. Býtum við, þetta er nú eitthvað... Magnús Karl Magnússon. Ég held að það sé nú bara eitthvað þvæla, sko. Hefur framkvæmdastjórnin eitthvað verið að klikka á skýrslugerðinni? Nú veit ég ekki alveg hvað er í gangi, en... Jæja, vel varið hjá... Já, Daniel Þór Guðmundsson. Og Þorgeir Bjarki. Tekið fast á hann þarna hjá Víkingarnir, harðir og fastir fyrir. 6-0 vörn Víkinga. Hjalti Már kom með áminningu, eða gult spjald. Nú hjá framliðinu eru í hægra horninu númer 11 Svanur Vilhjálmsson, Þorgeir hægra megin fyrir utan, Lúðvík á miðjunni, Ragnar Kjartansson í vinstra megin fyrir utan, Róbert Guðmundsson í vinstra horninu og Þorgeir Ragnar reynir línusendingu, brotið á honum. Mikil stemning hjá Víkingum, varnarlega þarna. Byrja þetta vel og eru klálega vel stemdir í þennan leik. Heldur betur. Inn á línu er Davíð Reynisson. Og svo áður sagði Daniel Þór Guðmundsson í markinu. Í hægra horninu er Svanur, já ég var bara að nefna það. Einar Baldvin. Tekur þennan bolta. Vel stemdur. Víkingar koma hratt í baki á framörum. Logi. Hægra megin fyrir utan hjá Víkingum er Birgir Már Birgisson. Arnar Gauti í vinstra horninu og Arnar Huginn í hægra horninu. Og svo áður segir inn á línu Hjalti Már Hjaltason. Og þá kemur Magnús Karl. Hendi komin upp hjá dómari leiksins. Fríkast. Jæja. Anton er ekki að nenna þessu. Lítil þolinmæði þarna á ferð. Smá mótmæli hjá Lúðvík og það var beint út af. Þetta var fyrir munnsöfnuð. Jæja, Víkingar einu fleiri. Hérna sækja hornið, kemur Stilfnir tilbaka vandalega, já, Logi í gegn, hann skorar, Logi með 3. mark Víkinga, Víkinga byrja þetta miklu krafti. Vel útfært sókn og vel klárað hjá Loga, jaðraði við ruðning en hann kláraði þetta vel. Já, mér fannst dómarinn gefa til kynna að framararnir væru inn í vítateg, þannig að þetta er hárfín lína, ruðningur eða víti. Já, koma framarar, einum færri. Þá er komin hægra megin fyrir utan Guðjón Jónsson. Við erum nú verið að fá nokkra mínútur með meistaraloki. Frábær vörn hjá Loga. Arnar Gauti, Magnús fer sjálfur og skorar. Glæsilegt mark. Frábær byrjun Víkinga hér í þessu leik. Já, heldur betur. Gríðarlega vel stendir. Bara framararnir virkaði bara eins og þeir séu ekki vaknaðir. Nei. Þráttur að klukkan sé farin að ganga í 5. Já, það er laugardagur, þannig að það getur vel verið að þeir hafa sofið lengi. Klárir í Eurovision í kvöld og ákveðið að sofa út. Hvernig lestu í þetta, Ómar? Er þetta sem koma skal eða fáum við alvöru leik? Mér finnst nú líklega að þetta verði svona jafnist þeirra á líðu sko. Þetta er búið að vera svona í dag. Þau liði sem hafa svona verið á yfirsnúning í byrjun, hafa flest öll komið tilbaka og við fengið í rauninni alla leiki nema leikurinn sem var að klára síðast. Fjórlóku Karla eldri þess að Selfoss vann örugglega. Allir hinir leikirnir hafa verið spennandi fram á síðustu mínútur og til dæmis fór einn leikur hérna eins og þið sáu fyrir í dag í vítakeppni, Fjórlóku Karla yngri, þannig að þetta hafa verið allt hörkuleikir. Já, við skulum vona það. Þannig að ég held að framararnir eigi nú eftir að koma til. Þurfa bara að finna taktinn. Jæja. Aftur spila Víkingar sama kerfi á þann, einu fleiri. Glæsileg línusending á Loga og Hjalti Már Hjaltason skorar. Vel klárað og vel spilað hjá Víkingum. Það eru
Framarar aftur konið með fullskipa lið og Lúðvík kemur inn á miðun aftur. Já. 5-0. Þetta ekki alveg byrjun sem að Framararnir ætluðu sér. Það alveg klárt. Spurning hvað Hallgrímur og Guðmundur Helgi ætla að bíða lengi með að leita græna spjaldinu. Það lítur að með þetta þá ætti að styttast í leikhlé. Já, það svona boltinn fær lítið að ganga hjá frömmurunum. Leysir Róbert inn. Ragnar á þetta, reynir línusendingu. Varnarleikur hjá Víkingum alveg til fyrirmyndar. Já, enn eitt fríkastið. Kemur Lúðvík yfir á Ragnar. Ragnar með skot og skorar fyrsta mark Framara. Ragnar Kjartansson. Eina baldinn í þessum bolta, ekki langt frá að verja hann. Kæmur ekki óvart að Einar Baldvin, ég held að sé óvægt að segja það að þetta sé hans síðasti leikur fyrir Víkingi Billi og hann vil örugglega reyna að kveðja með titli og hugsanlega stór leik. Já, vel stemdur. Já, koma Víkingar í Kaíró. Klippingar hérna, Arnar Gauti kominn fyrir utan. Já, skot, yfir markið. Gott flæði í sóknarleik Víkinga og eru bara... Víkingarnir líta bara mjög vel út, koma framar á annað tempó, en nei, þeir hægja niður. Þorgeir hægir á þessu. Svo sjá að Víkingarnir keyra grimt, þeir taka hraða miðju og keyra grimt í bakið á framörum. Já, engin spurning. Aftur leysir Róbert inn, Lúðvík, Ragnar með skot, og hann skorar! Ragnar Kjartansson, hann með lífsmarki hérna hjá framörum. Við spila hjá framörum núna. Staðan 5-2 fyrir Víkingum. Og okkur ljáðast nú að nefna það. Það ekkert smá dómarapar á þessu leik. Jónas Eliasson og Anton Gylfi Pálsson. Evrópudómarar og ekki okkur óvægt að segja það okkar besta dómarapar. Það er klart mál. Miðað við virðingu og verkefni sem þeir að fá erlendis, þá er það klárlega málið. Glæsilega gert, misskilningur í vörn Framara og Birgir Már nýtti sér það. Eins og voru tölum um það, gott flæði í sóknarleik Víkinga og þeir eru að hreyfa þá vel og eru að opna þá. Þeir eru að fá tiltölulega ódýr mörk. Alveg klárlega. Staðan 6-2, Víkingi vil, 9,5 mínúta búinn. Það gera Framarar, Hornajúki. Við gerum bara ráðferðið að áhorfendur skilji hvað við erum að tala um þegar við tölum um Kaíró og Hornajúka og hvað þetta heitir allt saman. Svanur Viljánsson. Já, ég er sammála því. Það er ekki margir kannski áhorfendur sem er ekki inn í því svona sem verið með kveikt á þessar rás. En klálega ykkurinn. Svanur Viljánsson með 3. mark Framara og svona nokkuð, þröngu færi. Vel spila hjá Framarum. Magnús Karl, Logi, Birgir Már, til hérna fyrir utan. Þá kemur hér mark frá Kaíró, Hjalti Már kemur, Magnús, klippir fyrir Birgi, svipa á hann, nú hann bara mjaka sér í gegn. Þannig að sjá að Framararnir bakka niður í 6-0 þegar Víkingarnir spila Kaíró, samt sem aður eru Víkingarnir að finna opnarnir hérna inn á miðsvæðinu. Já, nákvæmlega. Logi, en Daniel ver. Glæsilegt, Daniel kveikir í sínum mönnum. Já, Daniel kominn á blað með sér fyrsta skot að ég held. Kemur Lúðvík, hann skorar! Lúðvík Arkelsson með sér fyrsta mark. Þetta er að verða leikur. 6-4, Framarar eins og við tölum um á hann. Þeir eru vaknaðir. Komnir til leiks. Og það er rétt fyrir þér. Þetta var ekki á leiðinni að verða neinn slátrun. Þetta er bara verður jafnt og spennandi. Við sláum því á föstu hér. Þetta er klassíska spennustig. Hvernig er það í byrjun? Menn þurfa aðeins að brista þetta af sér. Nú halda Framararnir í. 3-2-1, falla ekki niður. Kemur Birgir. Yfir að Loga, Svanur út. Réttur dómur. Fín barátta hjá Svan. Munaði litla Víkingar næðu að opna hornið þarna fyrir Arnar Gauta. Ara Birgir. Góður varnarleikur. Kaíró, enn einu sinni. Þorgeir heldur miðunni.
Magnús, Logi, eldsnöggur, Magnús, hóta skoti, fer sjálfur í gegn og skorar. Frábær hreyfing þarna. Magnús Karl Magnússon. Og Framar að keyra ratta á þetta. Frábær leikur sem við erum með hér. Báðabóa. Róbert leysir inn. Þorgeir róar þetta aðeins niður. Róbert fer nú bara tilbaka í hornið sitt. Stilla Framar upp í einn vinstri að mér sýnist. Þá held ég að Róbert fari bara aftur inn á línu. Ragnar, Lúðvík, reynir línusendingu. Víkingar, gult spjald á Arnar Huginn Ingvarsson. Þorgeir, Svanur inn aftur. Nei, Einar Baldvin lætur ekki plata sig svona. Tvisvar sinnum, stóð á nærstöngina. Vel var í Einari. Og Víkingar koma aftur. Það er spurning hvort þeir fari í Kaíró áfram. Þetta er að ganga upp hjá þeim. Og... Já. Þeir eru að skapa sér hér fín færi nánast í hverju einustu sókn. Þetta er hefðbundið. Það kemur Kaíró, Hjalti yfir á Birgir. Magnús kemur yfir á miðjuna, Logi vinstramenn, kemur í árás. Magnús, reynir línusendingu, fótur og gult spjald á Ragnar Kjartansson. Það kemur sama, Kaíró. Nei, þeir feika. Þetta var nú ágætlega gert, en Framarnir. Góð vörð hjá Framörum þarna. En vel útvætt hjá Víkingum og vantaði herslumunina þegar þeir opnaði þetta. Lúðvík, reynir erfiða línusendingu. Glæsilegt mark hjá Birgi sinni. Hans þriðja mark, fiskaði boltan og brunaði sjálfur alla leið og skilaði þessu í netmöskvana. Staðan 8-4 Víkingum. Ég vil halda Framörum þægilega langt frá sér í fyrri hálfleik. Fyrri hálfleikur bráðum hálfnaður og flottur handbolti sem við erum að fá hérna í Fylkishöllinni. Já, sérstaklega finnst mér Víkingarnir öflugir. Framarnir geta gert betur. Þetta er svolítið hnoð og erfiðar sendingar. Ragnar í loftið, skýtur þessi yfir. Þetta er mikið einstaklings framtakómar hjá Framörum. Sammála. Þeir þurfa að finna þetta og fara að spila betur saman sér lið. Eitthvað sem er algjörlega til fyrirmyndir á Víkingum. Hvernig þeir eru að spila þetta saman sér lið og fá ógn úr öllum stöðum. Spila þetta mjög einfalt, þeir eru meira og minna búin að spila sama kerfið aftur og eru bara að fá fínar opnanir út úr því. Nú held ég að koma eitthvað nýtt. Nei, það kemur ekkert nýtt. Það er bara Kaíró. Ef það virkar þá spilum við þetta aftur Einar, þú þekkir þetta. Jú, það er víst þannig. Magnús, Logi, hvað gerir Logi? Kemur á þetta í lofti yfir á Magnús. Magnús, það er fríkast. Hvort sem það er aukakast eða fríkast. Við notum nú bara bæði heitin, allavega hérna megin við Elliðaárnar, þá tölum við bæði fríkast og aukakast. Ég veit ekki hvernig það er í Garðabænum. Kannski einhver íslensku fræðingurinn geti sagt okkur betur. Reyvillin komur upp hjá dómarunum. Magnús, Þorgeir nálægt að stela. Daniel með frábæra Magnús. Vel varið. Já, Daniel með sitt annað skot. Þannig Framar að ná að verjast þessu hjá Víkingunum, þannig að það er að vörnin aðeins að smetla hjá þeim og Daniel komin í gang í markinu. Leikhlép, Framar að taka leikhlép. 15 mínútur rúmlega liðnar, nákvæmlega 15 mínútur og 20 sekúndur. Og Framar er einhverjum búinn að skora 4 mörk og já, ég bjóst við og maður aðeins svona beittari sóknarlega. Ég er sammála því, þetta eru hérna bikarmeistararnir. Er það ekki, í öðru flokki karla, Framarnir og þannig að þetta er búið að vera svona, já, 4 mörk á 15 mínútum er ekki það sem hann átti von á fyrir leik. Nei, og mér sýndist nú einmitt Hallgrímur, já, messa all svakalega yfir þeim og þjálfarar Framara í dag eru nú sömu þjálfarar og í meistaraflokki, það er Guðmundur Helgi Pálsson og Hallgrímur Jónasson. Hinum megin eru nú svipaðar kanónur, það er sama þjálfarateymi og í meistaraflokki líka, það er Gunnar Gunnarsson, leikstjórnandi með Meiru og Ægir Hrafn Jónsson, línumaður með Meiru.
Það var enginn gleymt gegnubrotunni hjá Gunnari á Ólympíuleikunum í Barcelona 1992. Þannig að gamall refur sem kann sitt í boltanum og á klálega ennþá marga ása upp í erminni. Já, alveg klálega og hver mann nú ekki eftir undirhandarhreyflinum í Víkinni á móti Káa. Já, ég man nú ekki ártalið en það var ekki 92-34 eitthvað svoleiðis. Já, ekki ómerkari varnarmaður en Alfred Gíslason sem var á móti honum en hann sá hann ekki einu sinni. Nei. Jæja, hvað er það? Þetta er fortíðin, hér er framtíðin og nútíðin í íslenskum handbolta. Ragnar Þorgeir komin inn á miðju með skot, tilbaka. Þetta var mjög örfend skot, það er ótt að segja það. Þorgeir kominn á blað. Þorgeir kominn á blað og dæmt ólögleg miðja á Framara. Víkinga, það er annar mál. Ég meinti það. Þetta var samt svona... Það er bara svo mikið spenna og æsingur hérna. Húsið er að fyllast, hérna er Fylkishöllin búin að vera full í allan dag, þannig að það er, svo erum við með hérna boltaspark út á gerfgrassi, þannig að það er mikið með að vera í Árbænum. Jæja, það er ekkert öðruvísi. Og fólk er að leggja hérna bara niður á Ártúnshöfða, það er svo mikið að fólki hérna. Já, Framarar enn einu sinni, missa boltan, það er nú bara seinir tilbaka líka, en Víkingar nýta sér það ekki. Svo stillaður upp, Víkingar aftur, hefur að spá Kairó Einar eða þú eru Framarar. Já, Framarar kom í 6-0 vörn, spurning hvað þeir gera núna Víkingar. Nei, mér sýnist þeir alltaf breyta, ég held þeir fara í Barsa, þetta er svo kallar, Júkafæsla. Nei, það er bara... Við vissum ekki neitt. Gamli tveir hæri bara. Arnór Guðjónsson. Leysir inn og svo klippir hann. Og svo er alls konar klippingar hér og Magnús klippir Birgi og Birgir hóta skot. Já, þetta var eitthvað smá fléttur. Framar hreyfanlegir hérna, mæta vel. Já. Birgir, Logi. Aron Sindrason kominn inn í vörðunni á Fram. Bindur þetta saman með Ragnari. Já, Logi með skot. Daniel Ver. Fyrir að Framar annar tempóið, Þorgeir. Yfir á Ragnar, Ragnar í hotni á Róbert, Róbert í gegn, hann skilar sér netið, Róbert Guðmundsson, mikill snillingur. Á ekki langt að sækja það. Nei, það er ótt að segja það. Yfirþjálfari Fram, faðir Róbert, maðurinn sem er að stýra þessu niður í Safamýri. Og í Grafarholti. Bara út um allt. Já, út um allar Reykjavík. Jæja, hvað er það? Logi, yfir á Magnús. Jæja. Þetta var illa ígrundað. Hjalti að reyna að fiska rauðning þetta bara. Og eitthvað var mér á svipnum á dómarunum, hann var ekkert alltaf sáttur við það. Jón, í netti, hann skrúar hann inn. Jón Guðjónsson, nei Guðjón Jónsson, fyrirgeðu. Jón er pappans. 8-7. Framarar heldur betur. Hún er að finna taktinn. Já. Og er að keyra í bakið á Víkingur núna á eitthvað smá hygg komið á Víkingana eftir frábæra byrjun. Já, er ekki bara 3-0 eftir leiklið. Það er hárið rétt. Framarar breyttu og fóru niður í 6-0 vörn. Settu Aron Sindrason fyrir miðjavörnina með Ragnari og það var aðeins komið hengst á sóknarleik Víkinga fyrir Viki. Magnús Karl, hann aftur svipaða, frábær hreyfing. Já, gríðarlegu stökkkraftur og hreyfingar hjá Magnúsi Karli þarna. Þetta er gríðarlega flottur leikmaður. Já. Góðar hreyfingar og vera tæta vörn fram í sig þarna. Davíð Reynisson fær 2 mínútur. Þá eru Víkingar einum fleiri næstu 2 mínútur. Hvað gerir? Er ekki Framara frekar? Logi á vítalínni, hann skorar. Jú, líklega Framarar. Ég meinti það. Já, það vissu það allir hvað þú meintir. Jæja, Víkingar komnir 2 mörkum yfir. Framarar taka Daniel út af og skilja markið eftir aukt. Og Aron fer þá inn á línu. Þetta er þessi... Hvað finnst þér þessa reglu, Einar? Taka markmann út af og setja auka mann? Já, ég hef bara gaman að þessu. Þannig að reyni ég bara að einbeita mér að handboltanum en ekki að vera að velta reglum eða öðru þess áttar fyrir mér. Það er ekki í mínu verkahring. Það er bara að fylgja planinu eins og það er. Ég segi það. Við skulum bara sjá til hvort að þetta gerir handboltan skemmtilegri og betri eða ekki. Það á eftir að koma meira reynsla á það held ég. Sammála því.
Framara, nei, Víkingar spila sama kerfi og... Enda við ekki fengnir hér í dag til þess að ræða reglunar. Það er svona... Nei. Við getum kannski tekið það í hálfleik á milli auglýsinga. Já. Eða ekki, leikli. Tekur Gunnar Gunnarsson, leikli. Hann ætlar að grípa strax í taumana. Það ætlar að Víkingar séu ennþá 2 mörkum yfir. Þá er honum nóbóðið að... Hann þarf að finna lausnin á þessari 6-0 vörn Framara. Þannig að hvað dregur hann upp úr masanum núna? Hann er allavega komið með taktiktöfluna á loft, þannig að... Teiknar hann eitthvað upp? Ég gerir ráð fyrir því. Hérna er Bono og félagar í U2 komnir á fóninn. Það er nú ekki slæmt. Snorri Sturluson eins og hersöðingi hér á tónlistarstjórnun hér í gærkvöldi og í allan dag. Og það heldur fólk áfram að streyma hér í húsið. Fylkjusöld er búin að vera meira og minna smekkfull í allan dag. Með reglulegum útskiptingum á fólki. Þá fara liðin að gera sig klára aftur. Víkingar áfram einum fleiri í 1 mínútu í viðbót. Og ætla klárlega að nýta sér þann liðsmun. Þetta er hefðbundin, já, ekki alveg kannski. Hægra megin fyrir utan hjá Víkingum er eins og, já, í síðustu sóknum Arnór Guðjónsson og Birgir Már kominn niður í hægra hornið. En að öðru leyti er þetta nú hefðbundin. Logi á miðjunni, Magnús Karl vinstra megin fyrir utan, Arnar Gauti kemur hér fyrir utan. Hótuðu klippingunni inn í hornið á Birgir Már sem skorar. Birgir er stórleikinn dag. Vel spilað og einfalt, einu fleiri, einföld stimplunir í horn og vel klárað hjá Birgi. Já, engin spurning. Framarar einum færri, 30 sekundur í viðbót. Enga síður, þeir taka markmanninn út af. Spila 6 á móti 6. Varnarmönnum Víking, frábær snúningur hjá Þorgeir sem að reyndar klikkar svo skotinu en já, Einar Baldvin gerir nákvæmlega sama og klikkar á skotinu yfir allan völlin. Ómar, þú ert búinn að taka saman prósentur á því hver prósentan er. Í yngri flokkum er þetta svona, myndi ég segja, í kringu 35% af þessum skotum. En mun meira í þessum eldri. Ég bara þó, já, það sem maður sér þetta í yngri flokkunum þá gengur þetta sár sjaldan að menn sé að skjóta yfir allan völlin. Séð þetta svolítið í vetur og já, allavega nokkru sinnum sem að markmennindi klikka. Þorgeir opnar hornið fyrir Guðjón. Guðjón reynir að snúa honum en það er brotið á honum. Talandi þessa yfirtölu, það var mjög athyglisverður leikur hér í morgun, fyrsti leikur IR FH í fjórðuflokki kvenna, þar sem að FH-ingar er ekki með markmann, það er skiptast á yfir í markinu. Í stöðunni 10-2 fyrir IR þá breytir FH og markmaðurinn, já, vel gert hjá Ragnar. Já, það sem ég var að segja, þá spilaði markmaðurinn bara á miðunni í gulu vesti. Þannig að þær spiluðu 7-6 og unnu sinn í leikinn og enduðu að vinna með einu marki, þannig að hún hljópar í markið af miðunni, þannig að þetta var svona ný útfærsla á þessu, að vera bara ekki með skilgreindan markmann og það kom ekki 1 mark hjá IR, það kom 1 mark í tómt markið en ekkert yfir allan völlin. Þá vann FH sig inn í leikinu og vann það á þeirri útfærslu. Það er alls konar fítusar í þessum. Já, Víkingar koma hér í svona krúsindúllur einhverjar hérna, já, það eru klippingar, svo leysir hann Arnór inn, Logi klippir Birgir yfir á Magnús. Hendi komin upp hjá dómaranum, Birgir, hótaskoti, opna fyrir Loga í horninu, Logi stígur á línu. Þetta Framar að minnka munnin í 1 mark. Koma rætt, innleysingur horninu, Þorgeir kemur á þetta. Glæsileg vörn hjá Víkingum. Birgir, hann fer upp á 12 metrum, vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera en enda nú með að skjóta í slá. Örlítið bráður á sig, þau voru 2 miðunum hann í hræðablöfinu. Já, Lúðvík gefur á Róbert. Að sjálfsögðu klára Róbert þetta í. Ekki að spurja því, Róbert Árni Guðmundsson. Klárar þetta gríðarlega vel. Og munurinn er komin í 1 mark, Einar. Þetta er eins og ég sagði svo réttilega í morgun. Núna rétt áðan. Þetta er leikur. Þetta ert þú hér fenginn til að vera sérfræðingur.
Ekkert til þess að vera, þú ert sérfræðingur. Þannig að þetta er orðið leikur. Það er sem við viljum. Sjálfsögðu viljum við fá hörkuleiki hérna. Já. Arnór komin í hægra hornið og Birgir fyrir utan. Kemur Magnús, með stimplun, Logi fyrir lofti, finnur Hjalta á línunni. Já, fríkast. Mikil barátta að inn á línu. Og vörð þarna. Arnór Sindrason, stoppar í Hjalta. Leysir Arnór inn úr hægra horninu. Magnús fyrir lofti, nei, hótaði, frábær sending hjá Loga. Framararnir bara eru þéttir fyrir núna. Frábær vörð þarna hjá Ragnari og Aron inn á miðsvæðinu. Þeir reyna að finna Hjalta og nær boltanum, en nær ekki að snúa það af sér. Áfram halda Víkingar, hending komin upp hjá dómarunum. Magnús fyrir lofti, gefur á Loga, Birgir inn. Hann fer inn og þröngu færi, hann skorar. Birgir að halda áfram með stórleik, komið 5 mörk. Kemur Víkingum aftur í 2 marka mun. Þeir halda þeim ennþá frá sér. Já, þetta er hvergi nærri búið. Rúmlega, já, 5,5 mínúta eftir af fyrri hálfleik. Framar að leysa inn í 4-2. Frábær línusending hjá Lúðvík, það er lína. Vel spilað þarna. Dæmt lína á Davíð. Jæja, þá kemur inn á miðjuna hjá Víkingum Styrmir Steinn. Og Logi færi sig hérna yfir vinstra megin. Óvænt að segja það kannski með Víkingana, þeir eru ekki með eina stórskittur í sínu liði, en þeir eru að spila virkilega vel saman hérna sem lið. Þeir eru það. Kemur Logi, eldsnöggur. Aron heldur betur komið sterkur inn í varnarleikin hjá Fram. Sjáum hvað það Styrmir náði að stýra leiknum þannig að þeir ná að opna. Þeir fara í sama Kairó. Logi kemur á miðuna. Hann með snöggskot. Vel skotið. Þetta er möguleikinn. Þeir hafa ekki verið að finna línuna, þannig að þetta eru skotið sem þurfa að koma frá Víkingum. Þegar Framar eru búin að bakka niður. Næja, spurning hvað Framar að gera. Lúðvík á miðunni, Þorgeir hægra megin, Ragnar vinstra megin fyrir utan. Þetta er hefðbundin uppstilling. Leysir Guðjónar inn á línu úr hægra horninu. Kemur Þorgeir yfir á Lúðvík, en hann er stoppaður. Þeir ná svona litlu floti á boltan hjá sér. Framarar, Róbert, Ragnar. Víkingar er mjög ákveðnir í varnarleiknum og full ákveðnir að mati dómarana því að Birgir er rekinn út af með sína fyrstu brottvísun og í fyrsta skipti í þessum leik sem að Víkingar eru einum færri. Ómar, hvað gera Framarar núna? Ég held að Framarar muni nýta þetta. Svo er það spurning hvað Víkingarnir gera, hvort þeir taki markmann út af annað. En ég held að nú reynir svolítið á Framara að stilla upp í góða sókn. Þeir hafa ekki verið að fá... Þeir eru að hafa fyrir mörkunum. Já, Lúðvík kemur á þetta. Já, vel spilað. Glæsilega spilað. Lúðvík fann Davíð Reynisson inn á línu og hann skilaði sí netið. Fín útvarsla hjá Framarum, einu fleiri. Já, það er sami á Víkingunum. Þeir jafna liðin sóknarlega. Já, Arnar Hugi Ingvarsson kemur þá í hægra hornið. Birgir Már utan vallar og því er Arnór Guðjónsson hægra megin fyrir utan. Framar að bregða það ráð að taka logurum fyrir en á... Það er Arnór Guðjónsson, hann rífur sig í gegn með sitt fyrsta mark. Mikilvægt markur í Víkinga einum færri að nýta sér þetta. Það sá að Guðjón var komin út á völlin að taka Loga úr umferð. Já. Og Víkingar nýttu sér plássið þar fyrir aftan. Framar að spila sama kerfi og spila bara nákvæmlega eins. Víkingar ekkert að velta því mikið fyrir sér. Og Davíð Reynisson með sitt annað mark eftir nákvæmlega sömu útfærslu og var í síðustu sókn. Magnús Karl ekki alveg með á nótunum hann varnarlega, en auðvitað yfirtalan og Framararnir nýta sér hana vel. Já. Styrmir. Smá miskilningur hjá Styrmi og Hjalta. Arnar Gauti. Arnór reynir línusending á Hjalta. Fín útfærsla.
Vel gert hjá Hjalta, vann vel úr færinu. Já. Fór inn í tegin með Ragnar á bakinu. Fiskar sitt annað víti í þessum leik. Og þá kemur Viktor Gísli inn á fyrir Daniel Þór. Þetta er ekki smá skrokkur á leiðin í búrið. Logi sem fyrr á 7 metrunum. Hvað gerir Viktor? Kemur engum völdum við. Logi heldur áfram að bæta við mörkum. Kom með 5 mörk. Þar af 3 úr vítum. Framarar einu fleiri. Það er sama útfærsla. Og nú fáið vítakast. Þarna brást Logi við og kom sér í svæðið en það endar með Já, hann var full seinna Logi. Og Ragnar kemur inn á til þess að taka vítið. Þá vilja við Jónas láta þurrka gólfið. Svitinn droppar að mönnu hér. Það er vel tekið á því. Hiti í mönnum. Jæja, Ragnar gegn Einar Baldvin. Já, Einar Baldvin hafði betur. Ragnar Kjartansson skaut yfir. Það er létt yfir áhandu Víkinga. Þennan kunna söng sem tekin hefur verið hjá knattspyrnuliði Víkings síðustu ár. Ekkert mark er nógu stórt. Sá frægi söngur. Sá frægi söngur sem Ómar og svo inn. Jæja, klippi hjá Birgi. Já, Birgi. Já. Góðu varnarleikur hérna hjá nummer 24. Það er Andri komin inn á. Andri Ófeiksson leysir Ragnar af varnarlega. Já. Aron og Andri saman í miðri vörðin. Hann ríkur út aftur. Það er bara hörku barátta í Andra. Kemur vel stemdur inn í þetta. Já, heldur betur. Nú eru 50 sekundur eftir ef Víkingar 3 mörkum yfir. Já. Í sókn. Mikilvægt fyrir þá að setja mark núna. Styrmir, Birgir, Styrmir. Logi aftur, hendi komin upp hjá dómarunum. Logi lofti yfir á Birgir. Birgir laumar honum í hornið og það er glæsileg mark. Arnar Huginn. Vel klárað þarna, mikilvægt mark fyrir Víkinga. Konum með 4 marka mun aftur, 15-11 þegar að 20 sekundur eru eftir af fyrri hálfleik. Kringlaði sig inn úr horninu, réttendur í hægra horninu. Hvað gera framarar? Það var 10 sekundur. Það er Kæró. Lúðvík reynir að koma sér í gegn, gerir það. Fríkast og 2 mínútur á Hjalti Már Hjalta. Full ákafur. Já. Mætti vel en hann hefði þurft að vera klókar hérna og sleppa manninum aðeins fyrir þá hann það mögulega sloppið. Fá sína aðra 2 mínútur. Full ákafur hérna. Jæja, hvað gera þeir? 6 sekundur framarar, einu fleiri. Þeir hafa nógan tíma til þess að skora. Þorgeir í gegn en frábær markværsla. Einar Baldvinsson með algjörlega stórbrota markværslu í lok fyrri hálfleiks. Ómar, hvernig lestu í fyrri hálfleiki? Hvað fáum við að sjá og hvað geta liðið bætt? Sko við förum yfir þetta 4 marka munur, þetta er svona kannski munurinn, Framar er búin að minnka þetta niður í 1 en Víkingar byrjaði að sjálfsögðu betur þannig að þarna erum við meðurinni sama mun og þeir náðu í byrjun. Víkingar komust í minnum við 4 eða 5-0 þannig að ég held að þetta verði svona svipað í seinni hálfleik og þetta byrja Framar þetta einu fleiri og eru einu fleiri í 2 mínútur þannig að ég sé fyrir mér að þeir muni mjakast nær en samt sem áður Víkingar vel stemdir, skora 15 mörk gegn sterku liði Fram og þannig að ég held að þetta verði svona áfram bara hörkuleikur. Já, nú ef við rennum hratt yfir tölfræðina. Daniel Þór Guðmundsson, samkvæmt mínu bók og kom með 3 boltavarða. Þorgeir Bjarki Davíðsson með 1 mark, Ragnar Kjartansson með 3 mörk, Svanur Vilhjálmsson með 1 mark, Davíð Reynisson 2, Róbert Guðmundsson 2, Guðjón Jónsson 1 og Lúðvík Þorberg Arkelsson með 1 mark. Nú hjá Víkingum er Einar Baldvinsson einnig með 3 bolta. Arnar Huginn Ingvarsson 1 mark, Arnar Gauti Grettisson 1 mark, Logi Ágústsson 5 mörk og þar af 3 úr vítum. Arnór Guðjónsson með 1 mark, Birgir Már Birgisson 5, Magnús Karl Magnússon 1 og Hjalti Már Hjaltason með 1 mark. Nú við félagarnir tökum okkur nú smá hálfleiks pásu og
komum svo að Vörmuspori ekki fara langt.
Mínútur aftur, seinni hálfleikur hafinn, staðan óbreytt frá því að fyrir hálfleiki lauk, 11-15 fyrir Víking. Framar einu fleiri og enn og ný nýta sér það bara nokkuð vel. Fá vítakast, Lúðvík með frábæra sendingu á Ragnar og þá fer Lúðvík á vítapunktinn. Ragnar Huginn með heiðarlega tilraun til þess að stöðva Ragnar. Lúðvík skorar. Lúðvík með sitt annað mark. Já, eins og við guttum út í fyrri hálfleik, þá vorum við að tala um að Framar þetta nýta sér þennan kafla í byrjun hálfleiksins. Eru einum fleiri. Nú að sjá, Víkingar byrjuðu leikinn gríðarlega vel, þannig að spurningin er, komið þær jafn vel stemdir í seinni hálfleikinn. Viljum við ekki bara fá Framarna upp á tærnar hérna og jafna leikinn hérna núna? Við viljum alvöruleik, helst framlengingu og vítakefni. Jæja, Logi. Klippi fyrir Birgi, Magnús Karl. Logi kominn yfir Haramenn með erfiða línusendingu. Enginn í marki. Og Viktor Gísli, hann skorar. Viktor Gísli með sitt fyrsta mark. Það skora ekki fleiri bara. Framar er með fyrstu 2 mörk. Gunnarleiks. Já, byrja krafti. Endurheimta Víkingar. Leikmanninn inn, Einarbandi kemur inn á. Birgir, Magnús, Logi. Birgir, nú sé ég ekkert hérna. Og það er aukakast og 2 mínútur. Davíð Reynisson að mér sýnist. Já. Liggur einn Víkingurinn eftir. Magnús liggur eftir. Segist hún verið í lagi. Í þann mund sem að Víkingar voru að fá sinn 7. mann inn á. Þá var leikmaður Fram rekinn af velli og það er komið gult spjald á Hallgrím Jónasson fyrir munn söfnuð, væntanlega. Anton ekki ánæður með bekkinn hjá Fram. Það gera Víkingar núna, einum fleiri. Stilla væntanlega upp í, sama kerfi og sáum hérna í fyrri hálfleik. Klippir, Birgir, Logi, yfir á Birgi. Já, vel spila hjá Víkingunum en þeir eru nú búin að opna framvörðuna fannst mér. Hendi kom inn, kemur sama kerfi. Logi tilbaka á Magnús í erfitt skot en skorar. Viktor í boltanum, Viktor Gísli kominn í markið á Fram. Er í þessum en nær ekki að verja. Svo Víkinga komin í öngstræti en enga síður skiluðu sig í netið. Staðan 13-16 fyrir Víking. Koma Framarar. 6 sóknarmenn með engan í marki eða autt mark. Guðjón og Lúðvík með frábært undirhandarskot. Lúðvík með sitt 3. mark. Minkamunin er í 2. Víkingar með sitt hefðbundna kerfi, þeir eru einu fleiri. Klipping fyrir Birgir, Logi, Birgir, Magnús í hornið á Viktor Ver frá Arna Huginn. Arnari Huginn. Þetta eru erfið nöfn hérna, Ómar. Þá er spurningum með BS í íslensku. Spurningum íslensku fræðingin í fara í beygingarnar hérna. Við erum með 100 stúku kláran ef á þarf að halda. Þannig voru Víkingarnir ekki að opna þetta nógu vel. Við sáum það að Hjaltinn á línunni var ekki að ná að halda blokkinni, þannig að þetta var ekki nógu gott flæði hjá Víkingum. Nákvæmlega Ragnar með skotagólfinu. Minkamuninn í 1 mark. Já. Þetta er leikur, Einar. Já.
Framara búinn að minnka munin niður í 1 mark hérna á fyrstu, 4 mínútum rétt rúmlega seinni hálfleiks. Og eru búin að endurheimta sinn 7. leikmann inn á. Þá fara Víkingar í sína hefðbundna kerfi og Magnús Karl með skot. Viktor Gísli Ver. Viktor með góða innkomu inn í seinni hálfleikinn. Já. Það er ekki laust að Víkingar séu örlítið skelkaðir og hann var minna sjálfstjórn í slúttónum einhvern veginn. Já. Svo sjáum við aftur Kairó. Logi kemur á miðuna. Reynir að spæna vörnina, boltan í hornið á Arnar Gauta, Magnús Gard yfir á Birgi, þetta er ráðleysislegt. Hendi kominn. Verða Víkingar að skjóta markið. Jæja, ansi margar sendingar þarna. Anton hafði mikla þolinmæði þarna. Hann beið bara eftir skotinu. Það er eitthvað hik á Víkingum núna. Já. Þeir eru ekki að byrja. Þessi 6 sendingarregla Ómar, þarna það þarf ekki að vera. Já. Ég held hún eigi ekki við í yngreflokkum. Það komi hérna upp atvik í morgun þar sem að hvort það var í voðalega þetta orðið flókið allt saman. Það veit ekki hvað er yngreflokkum og hvað er í meistaraflokkum. Þetta er ekki þriggja svona reglan ef aðstoð kemur inn á. Ekki þessi 6 sendinga. Svo í morgun var hérna það sem að einsmannsmunur og leikmaður sem kastaði boltanum í burtu. Það var ekki dæmt víti af því að það væri í gærkvöld. Það var í gærkvöld. Ég er að tala um það atvik. Þriðja flokksleiknum. Ragnar, við malbyggum hér út á suður og meðan. Þá er Ragnar Kjartansson hreinlega að jafna leikinn með sínu 5. marki. Þetta er orðið leikur, Ómar. Gríðarlega góð byrjun á framur hérna í seinni hálfleik og Víkingar ekki jafn mikið á tánum og í byrjun leiks. Þetta er það sem við viljum meina, við viljum fá leik. Já, það er bara svo leis. Þá er Arnar Guðjónsson kominn inn, Arnór Guðjónsson kominn inn á. Það gera Víkingar núna. Handa þeir áfram í Kairó eða hvaða lausnir koma þeir með núna. Já, þeir þurfa svona að fara að finna kannski einhverjar betri glufur á varnarleik fram. Þá leysir hægri bakgrunn inn og Logi klippir hér Birgi sem var kominn inn í hægra hornið. Magnús, þetta er vandræðilegt. Lúðvík stelur boltanum en er með, Misskilningur, hann rangur misskilningur hjá Lúðvík. Já. Og Víkingar, nei, þeir hægja, fyll upp. Nú komir Birgir Már niður í hornið, hann hefur verið að spila bæði í horninu og fyrir utan. Já. Og spila gríðarlega vel fyrir Víkinga í dag. Já, þá förum við í 4-2. Arnór leysir inn. Logi heldur miðunni og klippir síðan út úr horninu. Já. Magnús klippir logað. Þetta eru margar og miklar klippingar. Viktor Gísli með frábæra markvörslu. Það var hjá Viktori. Talandi Viktor, það verður gríðarlega spennandi að fylgjast með þessu strák og sjálfsögðu markmannum hinum megin líka. Þetta er rauninni, erum við að tala um framtíðar markvarapar Íslands, Einar? Já, ég held að þetta ásamt honum Grétari í Haugum. Þetta eru allt strákar sem að hafa alla burði til þess, en Lúðvík prjóna sig hérna í gegn og skýtur í slána. Vildi nú fá eitthvað aðeins meira, heldur ekki neitt. Víkingar koma hratt upp. Framar að fljóta tilbaka, ná að stilla upp. Víkingar einungis skorað 1 mark á fyrstu 8 mínútum seinni hálfleiks. Já, staðan 5-1 fram í vil hér í seinni hálfleik. Hvað gera þeir? Leysa aftur í 4-2. Logi heldur niðursanum mikið eins og talar um á hann, en nú kliftar nú ekki. Komin inn á í hægra hornið Arnar Gunnarsson. Lúðvík með sinn annan stolna bolta nánast í röð og nú klárar hann til netið. Hann er ekkert að henda boltan núna eitthvað upp í stúku, hann bara dripar sjálfur upp og klárar hann til netið. En Víkingur koma hratt af fram hana, frábær varnarleikur hjá Ragnari, að mér sýndist. Arnór Guðjónsson vissi ekki alveg hvað hann ætlaði sér. Lítið hægt að mótmæla þessum dómi án þess að ég ætla að fara að gerast einhver sérfræðingur um dómgæslu einni.
Nei, ég ætla bara að treysta Jónasi og Antoni fullkomlega til þess að... Já, hafa haft mjög góð tök á þessum leik. Já, Endi ekki við öðru að búast. Nei, nú eru framstúkan heldur betur vöknu til lífsins. Nú þegar Framar eru komin einu mark yfir. Þá er komin hérna inn á... Já, eina balti með þennan bolta. Þetta gengur svo hratt að maður veit ekki hvað er að gerast hérna. Andri komin inn á hérna í vinstri skiptustöðuna fyrir Lúðvík að fá smá pásu. Einar Baldvin með alveg baneitraðar sendingar fram völlin. Það vantaði herslumuninu að Arnar Gauti næði þessu bolta. Náðu þó að koma honum á markið en Viktor Gísli vel staðsettur. Já, verður við ekki að gefa honum bara varinn bolta fyrir þetta? Þetta er ekkert annað en varinn bolti. Síðast yfir sig. Já, Guðjón í hornið á Svan. Guðjón finnur Davíð á línunni. Einar Baldvin, hann, ef við ekki að segja bara hann hafi feysað. Eða getið hann, það er annarkort, feys eða getið. Já, hann borðað hann. Já, þetta var, það eru... Logi. Nei, hægir á þessu. Sjá muni núna sem var að gerast í fyrri hálfleik Einara. Víkingar ekki að ná þessu hröðu sóknum á öðru tempói sem þeir náðu í fyrri hálfleik á Framarana. Þannig að það munar og þeir þurfa að hafa gríðarlega mikið fyrir mörkun núna Víkingar. Já. Og eru bara ekki að finna glufur á framvörðinni. Spurning hvaða lausnir gamli leikstjórnandinn Gunnar Gunnarsson kemur með. Logi. Nei, þeir eru ekki að finna neina glufur á framvörðinni. Smá glufa en þá er það Viktor Gísli sem að ver það. Logi nálægt til að stela boltanum, skila sér tilbaka. Guðjón róa þetta niður Framararnir. Og leysir Róbert. Nei, hættir við. Andri kominn á miðuna. Ragnar út í vinstra megin. Guðjón út í hara megin. Davíð að gera sér kláran að koma hérna í Kaíró. Gefur á Guðjón, Róbert leysir á móti. Guðjón, já, opnast Víkings vörnin alveg upp á gátt. Og Guðjón nýtir sér það og skorar sitt annað mark. Og kemur Frömmurum í 18-16. Og í þeim tölu orðum tekur leikstjórnandi gamli Gunnar Gunnarsson leikhlé. Gunnar í nóbóðu. Já. Nú þarf hann að koma með lausnir. Já. Hvað myndið þú gera ef þú væri í sporum Gunnars? Hvernig myndir þú reyna að koma? Já. Þetta er spurningum. Meiri mörkum á töfluna. Þeir eru að reyna gríðarlega mikið inn á miðuna. Þeir hafa lítið verið að nýta sér svæðin breytt á vellinu milli 1 og 2 Víkingar núna í þessari stöðu. Þeir eru að reyna gríðarlega mikið. Þeir eru að leysa inn í 4-2 og eru síðan að keyra inn á miðuna. Síðan reyna þeir að klippa hann út úr hægra horninu. En þeir eru bara ekki að finna lausnir. Og eins og við tölum áðan, Viktor Gísli kominn inn og er með góða innkomu og hann er að taka þessa bolta. Hann er náttúrulega vel staðsettur og er stór, þannig að hann er að klára þetta. En Víkingar þurfa klálega að sækja meira breytt á völlin. Eins og þú komst réttilega inn á í fyrri hálfleik. Þeir eru ekki með neina stór skyttur, þannig að þeir verða að finna gegnubrotin og leysa þetta. Já. Hjalti halda blokkaringunum betur og þeir þurfa að finna lausnir. Já, það er ljóst. Ef ekki á illa fara, þá þurfa Víkingar að bíta í skjaldar endur og ja, eins og þú segir, fara að finna lausnir sóknarlega. Þetta kannski snýst fyrst og fremst það. Já. Varnarleikur verið svona yfirleitt í lagi og Einar Baldvin er að taka sína bolta. Já. Hvað gerir nú? Styrmir aftur komin inn á miðuna. Já, og Birgir fyrir utan. Birgir kominn í hægra megin fyrir utan og Arnar Gunnarsson áfram í hægra horninu. Það gera þeir, þarna fara þeir bara í einn vinstri. Logi kemur með. Sjáum að Hjalti í vandræðum með að halda blokkaringunum. Já, og bara góð vörn hjá Frömmurum þarna. En oft þannig þegar línumæðurinn heldur ekki blokkinni, þá er þetta oft bara eins og auka varnarmaður. Það er það sem er að gerast. Já. Mínum mati og svona snýr hann full mikið með baki í markið í staðinn fyrir að vera með öxlina í markið og reyna að stíga leikmenn aðeins betur út. En sjáu þessa sendingu frá Viktori. Frábær sending á Viktori og Róbert klikkar eða Einar Baldvin með frábæra markvarslu. Styrmir, já, fínar hreyfingar. Já, mjög góða klippa. Þetta er nákvæmlega sem þeir þurfa. Nákvæmlega. Já, Logi með skot yfir.
Það vantaði heslumunir að Víkingarnir næði að opna. Þá kemur inn á númer 18 hjá Víking, Bjartur Heiðarsson. Stór og sterkur strákur. Já, heldur betur. Hann á hæð við okkur. Já, svona cirka. Örlítið hærri en þú, en aðeins hærri en ég. Já. Hvað gerir hann? Nær hann að binda saman vörð Víkinga hérna á miðsvæðinu? Spurning. Það nú ekki að fara. Glæsilegt mark hjá Ragnari, en Nú keyra Víkingar hratt á þetta. Já. Sjáum Loga, gríðarlegur kraftur í Loga. Glæsilegt hjá Loga. Já, finnst Þorgeir út af. Þetta var vel gert hjá Loga. Þetta þurfa Víkingar að gera meira af. Keiraði baki á frömmurum. Það hafa ekki verið að finna lausnir. Algjörlega. 1 mark hjá Víkingum á 13 mínútum í seinni hálfleik. Nú verður þeir vantilega að reyna og maður nýta sér en að kapla einum fleiri. Já. Mér fannst Einarbaldinn hefði mátt gera betur í markinu, Já. í skotunni hjá Ragnari núna áðan. Það var vel mætt hjá Bjarti og Einar var í boltanum. Já, það var að verja þetta. Þetta var í svo kallað markmannshorn eins og við segjum upp á þýskuna. Yes. Já, Gunnar aðeins að reyna að hvetja Einarbaldinn áfram með það. Jæja, þetta er klaufilegt hjá Víkingunum. Talandi markverði Fram, sama par og er í meistaraflokknum. Þetta erum við með Viktor. Kannski var þetta taktík fyrir leikinn. Eiga hann inni fyrir seinna hálfleikinn og kemur Feskár inn og brýtur upp leik Víkinga. Maður veit ekki. Þetta eru 2 góði markmenn og eða þá bara hvort að reglan er að hann er að skipta hálfleikunum á milli þeirra og hafa fram í stöðu. Ég held að Daniel hafi verið að spila mikið annarflokksleikina og meðan að Viktor hefur verið að spila meistaraflokksleikina. Minnir að þetta hefur verið svona í bikarúrslitaleiknum líka. En hvað er það? Rauningur. Góð vörn hjá Birgi hérna. Heldur betur. Einarbaldinn með skot og nú skorar hann. Þetta hann það. Vel gert. Gerir ekki sömu mistökin tvisvar Einarbaldinn. Nei. Og hann minnkar þá muninn niður í 2 mörk þegar að seinni hálfleikur er rétt tæplega hálfnaður. Víkingarnir í stúkunni, þeir eru sko ekki hættir. Hvetja sína menn til dáða. Góð stemning í stúkunni hér. Framara Ragnar í loftið. Einarbaldinn ver þetta en mark á hann segir dómarinn. Ég ætla bara að leyfa mér að vera sammála þessu og hver er rekinn út af? Númer 18 segir Anton. Og það er þá vantilega Bjartur Heiðarsson sem að fær 2 mínútur. Við erum sjálfsögur sammála þessu, menn sem dæma Kíl Vestbrem, við treystum þeim fyrir þessu verkefni. Já, ég held þetta að bara verið hárrétt. Hárrétt, og ég er ekki ánægð með þetta þegar hann nær góðu skoti og annað og menn detti ekki í þetta að gefa hennar 2-falda séns. Já, broti kemur bara eftir á held ég og að mér sýndist. Og broti er í sjálfu sér kannski ljótt, ekkert kannski, þetta er ljótt brot en það kemur eftir að hann er búinn að taka skotið og jæja, Víkingar, einu fleiri. Styrmir ekki að ná að mæta vel á þetta maður og mann handa breytt, þannig þeir eru ekki að ná að opna á. Nei, Logi, Birgir, reynir, Góð vörn hjá Fram. Framararnir einu fleiri. Hendi komin upp hjá Jónasi. Logi, erfitt skot og ég held að þetta er nú bara verið mjög óskaplega allt saman. Ekki spurning. Framöfnum spenna hérna inni. 19-17 Fram í vil. Seinni hálfleikur hálfnaður. Og Framarar einu fleiri. Hafa nýtt það mjög vel í þessu leik. Já, þá kemur sama kerfi og mennilega Ragnar í lofti. Já, hann klárar þetta í neti. Drengurinn er algjörlega að fara hafðfærum hérna með sitt 7. mark. Glæsilegt skot hjá Ragnari kemur síðan út á og skiptir við Aron Sindrason. Ragnar að draga vagnir sóknarlega fyrir Fram. Komið með mörg, gríðarlega mikilvæg mörg. Já, það verður spilað vel fyrir Framliðið. Bæði í vörn og sókn. Víkingar einu færri. Taka markmann út af, skilja markið eftir rauð, fara í Kaíró. Já, Magnús, Birgir, yfir á Loga. Hvað gerir Logi með sendingu á Birgi og framvörðin gríðarlega öflug. Ég kalla hana bara eftir það leikmenn eins og Birgir og Magnús sem áttu frábæra
sóknir hérna í fyrri hálfleik hafa bara einfallega ekki verið að skila sínu. Nei, Víkingarnir eru eingöngu búin að skora 2 mörk á þessum 17 mínútur nú sem eru liðnar á seinni hálfleik. Og markmaðurinn með annað er í tómtmarkið. Já, þeir hafa skorað 1 mark í uppstilltu leik en nú fer Arnar Gauti inn og þröngufæri yfir á Loga í loftið og hann brennir af. En vel útvært hjá Víkingunum og góð tilraun en bara óefni á Loga að ná ekki að klára þetta. Já. Ómar, Víkingarnir, þeir verða að fara að finna einhverjar lausnir í sóknarleik. Alveg klárt. Og við bökkum aftar í fyrri hálfleikinn. Leið og Framar að taka leikli hérna 15 mínútur og bakka úr 5 mínútur niður í 6-0. Þá hafa Víkingar bara einfallega verið í vandræðum. Já. Engin smurning. Boltinn er sem að flæða þokkalega. Þeir eru bara ekki að finna endanútinn og eru ekki að klára sóknir þar. Þá er boltinn fram, hraðablaup, Birgir. Þá verða hann að nýta sér hraðahlaupin. Arnar Gauti, hann skorar! Vel klárað. Beið Viktor vel út þarna og kláraði færi gríðarlega vel. Viktor er akkurat markmaður sem hún vildi ekki skjóta á fyrsta tempói. Nei, þetta var bara virkilega vel gert hjá Arnari Gauta. Arnar Gauti mjög öflugur leikmaður og eingöngu kom með 2 mörk að ég held og heldur Víkingum inn í þessu. Víkingar er á lífi. Þetta er bara 2 mörk. Þannig ef við fá smá stemningu eins og við byrjum leikinn þá getur allt gerst hérna. Guðjón, Svanur, Ragnar, Guðjón, Framararkólun í 4-2, Guðjón í loftið, Einar Baldvin ver þetta næst auðvitað, neglir honum fram á Einar Baldvin, nei á Arnar Gauta, en Svanur Vilhjálmsson eldsnöggur fram, ætlaði ekki að láta félaga sinn frá Vestmannaeyjum, Arnar Gauta, skora enn eitt markið. En vel varið þarna hjá Einari Baldvin, las skoti gríðarlega vel. Já. Fara þeir í hotna Júkan, Ragnar á miðuna. Gott skot þarna en Andri með ágæti skot en rétt yfir. Og koma Víkingarnir hratt á. Magnús. Vippir inn, Birki. Það vantaði smá höslumunn og sendingur þarna og við Logi komist maður á mann. Þeir eru að spila þetta vel Víkingarnir en eins og ég segi þeir eru ekki að ná að enda þetta í árásunni maður á mann á bakvörðin. Nú sýnist mér Gunnar Gunnarsson bregða það ráð að taka markmann út af og spila 7 gegn 6 í sókninni. Þetta er ákveðin áhætta en þetta er spurning, hann verður eitthvað að gera til þess að koma sínum mönnum inn í leikinn. Alveg klálega, Magnús með ágætis skottilraun en í stöngina og Framar að reyna skot. Markmaðurinn var nú kominn í markið, þetta var maður hefur séð betri skot áður. Það er einmitt áhættan við þetta slútt hjá Magnúsi þegar menn er að taka skoti fyrir undan. Þetta er gríðarlega áhætta og sóknarmaðurinn ekki lagður af stað til þess að skipta við markmanninn. Logi og Magnús, þetta er fín blokk hjá Hjalta. Jæja, þá var þetta er það sem gerist, þetta er maðurinn sem átt að fá bolta, maður byrjar að hlaupa út af til þess að skipta við markmanninn. Þetta er alltaf ákveðið atriði sem það er að æfa gríðarlega vel inn. Þetta er alltaf bara ný íþrótt Einar minn, þannig að það þarf nú bara að æfa þetta vel svo að menn geti spilað þetta. Jú. Það er mikið rétt, Ómar. Ég er ekki hrifinn af þessari reglu, takk fyrir að spyrja í fyrri hálfleik. Jæja. Lúðvík búinn að hvíla vel á bekknum, kemur feskur inn aftur. Kemur þessi 3 mörk og Logi kemur hratt, Birgir. Lúðvík með sitt 5. mark. Jæja, koma Víkingar í Kaíró. Hjalti dettur inn á línuna. Magnús kemur. Snirtilega skoti hjá Magnúsi. Vel gert hjá Hjalti að koma boltanum aftur á Magnús þarna. Já. 2 mörk ennþá, 9 mínútur eftir. 2 línusendingar í sama kerfinu. Vel útfært Einar. Virkilega. Þetta hefur verið teiknað upp niður í Vík bara svona cirka á föstudaginn. 5. eða föstudaginn spái ég. Kemur ekki óvart. Hvað gera Framarar? Fara í Kaíró. Guðjón, Róbert leysir inn.
Lúðvík. Og vörn hjá Víkingum þarna. Hreyfanlegir. Vel spila hjá Guðjóni. Einar Baldvin með rosalega markvörslu. Glæsilega gert, lokar hann á Ragnar sem búinn að vera gríðarlega heitur. Þvílíkt einvígi hér markmannana á milli. Þetta voru glæsilegt. Einar Baldvin lætur sína menn heyra þetta bekknum. Hann ekki sáttur við sóknina. Fá betri sóknarleik. Logi. Magnús, enn þessi klippingin. Ná leipur Arnar út af. Magnús, hendin komin upp á dómarinn. Logi með... Erfitt skot hann í gegnum miðuna. Tveggja marka munur áfram. Framarar koma rólega upp völlinn. Já, þeir þurfa sko ekki að flýta sig núna. Tíminn vinnur með þeim, eins og maðurinn sagði. Þorgeir Davíðsson kominn í hægri skiptistöðuna. Kæró. Lúðvík á flegiferð yfir á Þorgeir sem finnur Svan í horninu. Svanur klárar í netið. 3 marka munur Framarar. Vel spilað. Vel gert hjá Þorgeiri að losa boltan hann niður í hornið. Eru Framarar að slíta sig frá þessu Einar? Hvað heldurðu? Eiga Víkingar séns? Já, mér finnst Framararnir líta töluvert betur út. Vörnin þétt og sóknarleikurinn bara gengur nokkuð smurt fyrir sig. Þannig að, já, ef ég á að setja pening á það, þá held ég að Framararnir klára þennan leik, en maður veit jú aldrei. Magnús. Hann er inni. Anton stendur á línunni með fullt sjónarhorn á þetta. Þurfti engar myndavél eða marklínutækni við þarna. Alveg allt saman í teskið. Fekkar ekki skilaboð beint í eyrað frá myndavélamönnunum að þetta væri inni. Jólega frá Guðjón Ell Guðjón Ell með úr sem pípir. Jæja, þá bregða Víkingar og það ráð að taka, 2 menn úr umferð. Ragnar tekinn en þá finna það bara Davíð á línunni, allt galopið. Davíð Reynisson skorar sitt. Ákveðin áhætta. Víkingar verða eitthvað að gera, þeir taka ákveðin áhættu þarna og þá leysa Framarar vel með því að finna galopinn mann á línunni. Staðan 23-20 þegar að rétt rúmlega 5 mínútur eru til leiks loka. Víkingar aftur 7-6. Rangur misskilningur. Það er létt í stúkunni. Það hafa sérstaklega frammeðin kannski. Það er létt yfir mönnum. Já. Þrátt fyrir að Svala hafi ekki komist áfram, þá er samt létt yfir mönnum. Menn að gíra sig inn í Eurovision kvöldið hér. Heldur betur. Enn og ný finnaði Davíð á línunni, en Einar Baldvin. Hann er 15. varðarskot, segir Bissan. Ég er nú bara skráða 12 á hann. Ekki lífu Bissan. Nei. Ég treysti henni frekar heldur en þér, þannig að það sé alveg á hreinu. Þegar það kemur á tölfræði. Bara fullkomlega sammálaður í því. Það er Víkingar, nú er möguleikinn. Miði er möguleiki. 3 mörk, 4 mínútur eftir. Magnús. Það gefa nú bara hægra hornið eiginlega. Ná að þétta þetta vel og þetta var afar erfið sending. Skotið, já. Þetta var vont skot. Skaut þarna upp á hávaxna miðjuvörn Framara. Og Þorgeir Bjarki hittir ekki markið. Þegar hann hefði farið langt með þetta þarna Einar hefði hann sett boltan í tónt markið. En Víkingar eiga ennþá möguleika. Þetta er ekki nema 3 mörk Einar. Hjalti, nei, góð vörn. Lúðvík með góða vörn. Magnús. Nei, þetta er... Mislagðar hendur Víkingum og Þorgeir Bjarki setur þetta. Nú held ég að Framararnir sé nú... Fer möguleikanum að fækka Einar. Þorgeir Bjarki með sitt annar mark.
staðan 24-20. Mér sýnist að þitt uppeldisfélag ætli að hafa betur gegn mínu uppeldisfélagi í þessum leik, Einar. Það lítur allt út fyrir það. Já, það kemur ekki óvart. Það leit ekki þannig út í byrjun. Nei. En leikurinn er 60 mínútur, Einar. Þú veist það manna best. Já. Það fann ég 60 mínútur. Þá er Birgir með sinn, sjötta mark, en það fyrsta í seinni hálfleik. Þetta er akkurat það sem við tölum Birgir, Logi og Magnús verið ekki fundið sama takti nú í fyrri hálfleik. Nú eru Víkingar konið framar á völlinn. Já. Það er ennþá möguleiki. Taka tvo umferð. Mikið pláss sem að Kjartan hefur hérna með inn á Hjalta. Hvað gera þeir? Framarar, þurfa þeir 1 mark, þá fara þeir langleiðina með þetta. Þetta var algjörlega vonlaus sendingin á línu. Víkingar geta minkað munir í 2, fara hratt á framarana. Tryggast. Góður þarna. Þetta er ekki búið, Nei, þetta er ekki búið. Áhorfendur góðir, ekki fara að poppa strax. Þetta er ekki búið. Ekki skiptustöð og ekki endur þessa ráturinn. Klárum þennan leik. Birgir, seglast þetta í gegn, vítakast. Já, víti. Nú geta Víkingar 2 mínútur eftir geta minkað þetta í 2 mörk. Logi fyrir á punktinn með gríðarlega mikilvægt víti. Mögulega mikilvægasta víti hans í vetur fyrir Víkinga. Birgir frændinn, hann er ekki búinn að segja sitt síðast ómar. Hann er ekki búinn að gefast upp, hann er komin hérna fram á völlin. Já. Logi búinn að vera funheitur á vítalínunni, en maður að nafni Viktor Gísli Hallgrímsson, hann er búinn að loka sjoppunni, enda klukkan að nálgast 6 á laugardegi. Guðjón í hægra horninu klikkar. Víkingar þurfa heldur betur að drífa sig. Logi, Þorgeir brýtur á honum. Góðu varnarleikur á Þorgeiri þarna. Ég held að tíminn séu ofnaumur, Einar. Þetta er fyrsta víti fór þá er þetta komið. Nú er þetta búið. Nú er þetta búið. Framarar. Þetta er búið. Íslandsmeistarar 2017. Íslands og bikarmeistarar. Öðrum flokki karla. Glæsilegur árangur hjá framliðinu. Heldur betur. Áttu frábæra vetur í meistaraflokki. Komu kannski mörgum á óvart þar. Og eru Íslands og bikarmeistarar í áhorfendur rísa á fætur. Og það er gaman að sjá stuðningsmenn Víkinga. Þeir eru ekki búin að gefast upp og styðja sitt lið áfram. Alveg til fyrirmyndar. Þetta er til fyrirmyndar, já. Og bara virkilega góðu leikur á Víkingum, Einar. Þeir bara geta verið stolti með sitt framlag. Frábær fyrri hálfleikur og frábær árangur af þeim að komast í þennan úrslitaleik. En Framarar bara einfaldlega einu númeri of stórir í þessum leik. Já, Víkingar geta borið kálið hátt. Og Logi með skilar einu marki. Sárabót eða ekki. Og Framarar vel að sigurinn komnir. Frábær seinni hálfleikur. Leikurinn búinn og Framarar Íslandsmeistarar. Frábær leikur, frábær umgjörð, frábæri leikmenn. Þetta er allt eins og á að vera, nema við hefðum kannski viljað hafa leikinn lengur. Já. Framarar fagna gríðarlega. Vel að þessu komnir. Það er óvænt að segja það. En Ómar Víkingar, þeir geta gengið stoltir frá borði. Það er óvænt að segja það. Þetta er efnilegt lið. Algjörlega, og mér þykir vænt að sjá mitt uppeldisfélag vera komin aftur á kortið hérna. Flotti strákar, sprækir og frambærilegir strákar og bara spiluðu gríðarlega vel. Já. Spiluðu gríðarlega vel og geta verið stoltir með þetta. Framtíðin er bara björt í Fossvoginum. Klálega. En að samaskapi og ekki síður björt í Safamýrinni. Nú eða þá Grafarholtinu. Mikið af flottum og efnilegum strákum. Ég er sammála því. Þetta lítur gríðarlega vel út hjá Fram. Og bara flottur handbolti. Já, framtíðin er björt í íslenskum handbolta. Við sáum það og höfum séð það í dag. Við sáum þriðja flokk karla í gær. Mikið af frábærum leikmönnum.
og bara áberandi Einar í þessum úrslitaleikjum hvað þetta er góður handbolti. Það er áberandi og þetta er búið hörkuleikir, vel spilaður handbolti og bara vel spilandi lið. Þannig að ég er bara, þráttur að oft handboltin eiga brattar að sækja út af við og markaðslega, þá er þetta bara virkilega flottur handbolti sem liðin er að spila. Þetta er vel þjálfuð lið og þau eru að bara skila virkilega góðum leik hérna öll liðin í dag. Engin spurning. Ragnar Þór Kjartansson, Maður leiksins á það svo sannarlega skilið. Dró vagnir fyrir sína menn, sóknarlega, sérstaklega og ekki síður varnarlega þarna þegar þeir breyta í 6-0 og Aron Sindrason kemur inn í hafsetti með honum. Gríðarlega efnilegur drengur. Það er að kynna Víkinga upp á pallinn. Silfur verðlaunahafar í vetur. Einar Baldvin Baldvinsson leiðir sína stráka upp á pallinn. Einar Baldvin að öðrum ólöstuðum, besti maður Víkings hér í dag. Ásamt Birgir Má, sérstaklega í fyrri hálfleik Birgir, frábær. Engin spurning. Það er gaman að sjá Víkingan á palli. Síðast þegar þeir voru á palli Einar, ætlaði það ekki verið 2003 eða 2004. Þá var þjálfari Víkinga í öðrum eða þriðja flokki Gunnar Magnússon, nú er þetta þjálfari Hauka. Það er ekkert annað. Mætti þar Val í úrslitaleik. Já. Þjálfari Vals engin annar en Guðmundur Árni Sigfússon yfir þjálfari Fram á þessu ári. Þannig að þarna fenguð þið algjörlega ókeypis smá sögurskýringu í kaupæti með þessari útsendingu áhorfendur góðir á YouTube rás Handknattleiks Sambands Íslands. Farið ekki langt áhorfendur, einn leikur eftir af þessari handboltaveislu hér í Árbænum. Nóga bílastæðum við sundlaugina og það er lokaleikur dagsins hér klukkan 18:00. Þriðji flokkur kvenna, K.A. Þór og Valur mætast. Það eru tvö stórgóð lið í þriðja flokki kvenna og verður gaman að sjá þann leik. Hérna klára þeir forráðamenn HSÍ Davíð B. og Róbert. Við óskum að sjálfsögðu Víkingum til hamingju með sinn árangur í vetur. Ekki síst Gunnari Gunnarsinni og Ægi Hrafn Jónsinni, þjálfurum liðana, eða lið Víkings. Flottur árangur, Víkingar færa sig út í horn. Magnús Kári stýrir þessu eins og herforingi. Myndatökur á liðin. Og þá fáum við Íslandsmeistara í öðru flokki karla hér upp á pallinn. Jóhannes Lange og hans teymi hér í dag búinn að stilla upp pöllunum. Varaformaður HSÍ sem að veitir verðlaunin ásamt framkvæmdastjóra HSÍ. Við erum með bara elítuna hérna. Það verður ekki stærri en þetta. Gísla sinnir báðir, en þó ekki bræður, ekki mér vitandi allavega. Nei. Það veit aldrei. Það má geta þess að í liði Fram er einmitt sonur Davíðs B. Gíslasonar, varaformanns, Þorgeir Bjarki, uppalinn á Seltjarnarnesi í Gróttu. Kom til Fram fyrir tímabilið og spilaði geysilega vel fyrir. Sérstaklega í úrslitareimunni, sérstaklega á móti Haukum þegar þeir sló út Hauka eftirminnilega. Algjörlega. Og efnilegur strákur þar á ferð. Þá hoppar yfirþjálfarinn á sviðið. Sáttu við sína menn, sáttu við afraksturinn. Heldur betur maður. Og við að sjálfsögðu notum tækifærið og óskum Frömmurum innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn og þeim Guðmundi Helga Pálssyni og Hallgrími Jónassyni hafa unnið algjört, ekki ætla að segja þrekvirki, en frábært starf með sína flokka í vetur. Það fann nú engan sérlokk á það að sjá það fyrir tímabilið. Til dæmis í meistaraflokki hefði ekki margir spáð þessum árangur hjá framliðinu. Nei, sennilega ekki. Mikið gekk á síðasta sumar, þjálfaraskipti og aftur þjálfaraskipti síðan sumarið. Reynir Þór Reynisson tók við liðinu í skamman tíma og síðan tekur Guðmundur Helgi við liðinu og ef einhver tíman lið hefur verið afskrifað fyrir tímabil þá var það framliðið fyrir þetta tímabil og stimplaði niður. Þannig að þeir afsönnuðu það. Og það er ótt að segja það, Ómar, efnið við til staðar til þess að gera eitthvað meira í Safamýrinni. Heldur betur.
Jæja, Ómar, ekki bara komið að leiðarlokum hjá okkur félagunum hérna. Ég vil nú bara nota tækifæri og þakka þér innilega fyrir, samstarfið í þessari útsendingu. Miklu frekar. Mikill heiður að fá að vera með þér. Miklu frekar. Hvetjum við ekki fólk bara til þess að rétt aðeins að bara henda... Spurningum að fara að marinera lærið eða krydda hamborgarana. Og svo bara að stilla sig aftur inn klukkan 18:00, þriði flokkur kvenna, K.A. Þór Valur. Það verður æsi spennandi leikur. Heldur betur tvö frábær lið í þriðja flokki kvenna. Og ég held að það eru deildarmeistararnir K.A. Þór og valsliðið undir stjórn Jakobs Lárussonar. Það er K.A. Þór undir stjórn Jónatans Magnússonar. Já, og kjarninn í því lið sem að fór alla leið í umspil á móti Selfoss í meistaraflokki laust sæti í efstu deild kvenna. Þannig að það verður gaman að fylgjast með því, efsti kvennaflokkurinn, elsti kvennaflokkurinn í þessu. Þannig að sá leikur hér klukkan 18:00. Já, þakka þér kærlega fyrir samstarfið. Þetta var gríðarlega gaman að vera með þér í þessar útsendingu. Mikið frekar. Innilega þakkir Framarar til hamingju, njótiði áfram kvöldsins. Verið bless. Takk fyrir okkur.